gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Jæja, hér erum við komin með stutta jólakveðju frá Lindakirkju. Við byrjuðum á því að heyra kórinn okkar syngja og það var Katrín Valdís Hjartardóttir sem söng einsöng í Kom þú, kom vor Immanuel. Og þið kannski veltið fyrir ykkur, býtu, af hverju eru þeir bara tveir? Hvar er Dís, þriðji presturinn? Nákvæmlega. Og hér kemur skýringin á því. Hæ, ég stöð á Tælandi og óska ykkur öllum gleðilegra jóla. Já, hún Dís var beðin að taka brúðkaup í fjölskyldunni á Tælandi og færði hún því sumarfríið sitt yfir á jólin þetta árið. Og við sendum þeim öllum blessunaróskir. Nákvæmlega. Herri, en þú ætlaði að lesa Guðspjall dagsins, þannig að ég ætla að pilla mér á sófanum og gjöra svo vel. Ég les Guðspjall jóladagsins eins og það er skrifað hjá Jóhannesi í upphafsorðum. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf, og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar, að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né að vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og þá fáum við að heyra lag og texta eftir djáknan okkar hér í Lindakirkju, hana Áslaugu Helgu, en hún tilengar þetta lag minningu móður sinnar og það heitir Manstu jólin. Jólanótt, ég svaf, minni
bestu jólin. Yndislegt lag hjá Áslaugu Helgu. Við heyrðum Guðna Má áðan lesa Guðspjall jóladagsins það að orðið varð hold, sem þýðir að Guð gerðist maður, og á jólunum íhugum við þetta undur. Danski guðfræðingurinn og heimspekingurinn Søren Kierkegaard skrifaði eitt sinn sögu sem túlkar með þetta undur mjög vel og á auðskiljanlegan hátt. Sagan prins sem átti leið fátækrahverfi. Hann sat í glæsilegum hestvagni og var starsýnt á stúlku sem var þegar bálskotin í. En hann hugsaði, það auðvelt fyrir mig sem prins að koma hér út og bjóða henni það að verða eiginkona mín, og auðvitað myndi hún gera það en ekki endilega vegna þess að hún elskaði mig. Hann vildi ná ástum hennar sem jafningi. Þess vegna dulbjóst hann og hann bjó í fátækrahverfinu með henni og þau kynntust og hún varð ástfangin á honum fyrir það hver hann var. Þau urðu ástfangin sem jafningjar. Og þessi saga túlkar mjög fallega fyrir okkur það að Guð gerðist maður. Guð sem á allt vald á himni og jörðu svipti sig hátign sinni og fæddi sem lítið barn. Bjó með okkur, hló með okkur, grét með okkur og drakk og borðaði með okkur, allt til að vinna ástir okkar. Guð mætir okkur nákvæmlega þar sem við erum og í því sem við þörfumst. Guð gefi ykkur gleðileg jól. Við
Þessi jólin hugur okkar margra hjá þeim sem búa við stríð og ófrið í heiminum. Og í landinu helga þar sem að englarnir birtust á jólanótt og sögðu friður á jörðu. Þar stríð og hörmungar. Við skulum biðja fyrir fólkinu sem að býr við stríð og líka íhuga hvar getum við verið boðberar friðar, friðflytjendur eins og Kristur kallar okkur til. Biðjum í þögn fyrir þeim sem að búa við stríð. Og biðjum svo saman bænarinnar sem Jesú kendi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Í barnsins blíðu augum mér birtist ásýn þín, í hjartastað mig hittir þín hreina ást til mín. Það sem undur gerist ást þín snertir mig. Þá verður löngun lífs míns að lifa fyrir þig. Hin fyrstu jól í ötu, minn Jesús lít ég þig. Í barnsins auðmýkt ertu, ást að biðja mig. Þú mætir mér í mildi, ég meðtek anda þinn. Og óska að hann tengist við andardráttinn minn. Það sem undur gerist umjúkt skynja ég, hve ást þín dýr var drottin, djúp og yndisleg. Hún býr í brjósti mínu, hún brennur þar svo heitt. Ég undrast áhrif hennar sem öllu geta breytt. Það sem undur gerist augum lít ég þig. Í ástaraugum þínum ég endurspegla mig. Það sem undur gerist umjúkt skynja ég, hve ást þín dýr var drottin, djúp og yndisleg. Hún býr í brjósti mínu, hún brennur þar svo heitt. Ég undrast áhrif